Ég heiti Skúli Helgason og býð mig fram í annað sæti Samfylkingarinnar í borginni. Ég hef verið jafnaðarmaður frá því ég man eftir mér og það sem knýr mig áfram ástríðan fyrir umbótum og kjarkur til að breyta. Ég brenn fyrir menntamálum enda kristallast jafnaðarstefnan í því að skapa öllum börnum jöfn tækifæri til þess að láta drauma sína rætast. Eftir að aðrir flokkar hafa leitt menntamálin í borginni undanfarin 4 ár tímabært að við jafnaðarmenn tökum aftur við forystu í þessum stærsta málaflokki borgarinnar. Ég vil leiða nýja gæðasókn í menntamálum þar sem við nýtum betur vandaðar rannsóknir á áhrifum mismunandi kennsluaðferða til að bæta starfshætti í skólunum okkar. Þannig hjálpum við öllum börnum að ná betri árangri og taka stöðugum framförum, þar með talið þeim sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Undir minni forystu höfum við ráðist í mestu leikskólauppbyggingu sem sögur fara af í borginni. Við höfum opnað 7 nýja leikskóla og 1200 ný leikskólapláss og í undirbúningi eru 1800 viðbótar á næstu 5 árum. Nú erum við byrjuð að taka á móti 16 mánaða börnum og á þessu ári komumst við enn neðar ef við verðum áfram forystu aflið í borginni. Ég legg áherslu á að við tökum upp systkinaforgang í leikskólum til þess að létta álagi á barnmörgum fjölskyldum og sömuleiðis að við styðjum betur við bakið á leikskólastjórnendum. Og hvernig leysum við húsnæðisvanda leikskólanna? Það gerum við best með því að ráða umsjónarmenn fasteigna sem geta einbeitt sér að viðhaldi og viðgerðum meðan stjórnendur og starfsfólk helga sig innra starfinu með börnunum. Með þeirri einföldu aðgerð getum við sparað stórfé og náð meiri árangri. Við viljum byggja upp aðstöðu til fjölbreyttrar útivistar í borginni og klárar hindi framkvæmd spennandi áætlun Vetrargarð í Breiðholti sem verður hrein útivistarparadís fyrir börn og fjölskyldur til þess að fara á skíði, renna sér á sleða eða bara njóta útivistar með frábært útsýni við borgarlandið. Það er mikilvægt að það sé líka gaman að búa í Reykjavík. Reykjavík er menningarborg og ég vil halda áfram að styrkja menningarlífið í borginni, ekki síst grasrótina, meðal annars með því að auka stuðning við sköpun sjálfstæðra listamanna og hópa og bæta úr aðstöðumálum sviðslista og tónleikastaða. Ég er mikill talsmaður náttúruverndar, grænnar atvinnustefnu og þess að nýta borgarlandi sem best í þágu húsnæðisuppbyggingar á hagkvæmum kjörum, ekki síst fyrir ungt fólk og þá sem hafa minna fé milli handanna. Við eigum að nýta Vatnsmýrina betur, byggja fjölbreytt húsnæði þar og í nágrenninu og minnka óþarfa flugumferð Reykjavíkurflugvöll. Ég hef mikla reynslu og drifkraft til að koma umbótum í verk. Með reynslunni kemur innsæi og kjarkur til að breyta, jafnvel þó því fylgir tímabundin óþægindi eða andstaða. Nú þegar stefnir í mikla nýliðun hjá Samfylkingunni í Reykjavík er mikilvægt að innan okkar raða því áfram þú reynsla sem þarf til þess að stýra borginni vel. Ég gjörþekki úr mínum störfum fyrir borgarbúa hvernig við komum nauðsynlegum breytingum í framkvæmd. Ég vil vinna áfram í þágu jafnaðarstefnuna til að gera góða borg enn betri fyrir Reykvíkinga. Ég bið þinn stuðning í annað sæti Samfylkingarinnar í borginni.